að því að þetta svo mikilvægt, að því að sko við tölum útlendinga og við tölum innflytjendur og við verðum auðvitað að gæta því að vera með réttu upplýsingar hvaða hópa, því að innflytjendur eru ekki bara innflytjendur, þeir aðlagast mjög misvel og þeir sem hafa til dæmis þakka mér mikið fyrir að vera taka þessu umræði, eru Pólverjar á Íslandi ég meina því að þeir bara, til dæmis í Danmörku, þá mælast þeir eru mjög góðir þáttakandur og aðlagast mjög vel að dönsku samfélagi og þeir vilja mjög gjarnan að þessar upplýsingar séu upp á borðum, af því þeir verða fyrir fordómum og aðkasti þegar að vera að tala útlendinga og innflytjendur í bara sem einhvern einn hóp, sem þeir sannarlega eru ekki frekar en Íslendingar. Þannig að við viljum hafa þessar upplýsingar sundurgreinlegar, líka þannig að ef við sjáum að það eru vandræði með einhver ákveðna hópa, við sjáum eitthvað sem er sammerkt með hópunum, hvernig við að geta brugðist við ef við höfum ekki upplýsingarnar, hvernig við að geta brugðist við vandanum. Ég hef búin að leggja fram þingmál í tvígang nákvæmlega þetta, mælaborð innflytjendur, bara aukna upplýsingagjöf og það er einmitt að norrænni fyrirmynd. Við erum með nákvæmlega svona upplýsingagjöf í öllum Norðurlöndunum, það reyndar skemmst á veg komin í Svíþjóð, sjokkar, en til dæmis bara í Finnlandi. Þá getur við fengið mjög greinar góðar upplýsingar stöðu innflytjenda, brotið niður á þjóðinni og það er bara innflytjendur.fi þú veist, og bæði á ensku og finnsku. Og ég hef búin að leggja þetta mál fram núna í tvígang að við verðum með svona mælaborð og fyrst bara lagði fram fyrirspurn hvort við ættum þessu upplýsingar til og þá kom bara svarið nei. Akkur hefur við þessu ekki upplýsingar til? Já, bara þegar fólk getur gert svona í skattaskýrslunum sínum og komist einhvern veginn, þú veist, við bara höldum ekki utan, við höfum ekki áhuga á þessu. Við höfum ekki áhuga á útlendingamálum með að leysa þau á Íslandi, vandamálum. Heldur að þetta sé eitt af þessum málum sem að fáist ekki í gegn af því að það kemur frá stjórnarandstöðu eða hvernig myndir þú spá því? Heldur að þið verið að fá samhljóm á Alþingi að þetta sé mikilvægt mál? Ég meina, ég laði þetta nú fram þegar ég var nú partur ríkisstjórninni og þá þetta eins og bara bendir á hérna áðan, þetta er bara smám saman að orðið minna og minna feimnismál og bara eins og það að óskeftir upplýsingum, óskeftir því að upplýsingar séu opinberar, það sé allt í orðið eitthvað feimnismál. Það er auðvitað bara galin hugsun Við verðum auðvitað að hafa þessu upplýsingar alveg eins og nákvæmlega þjóðirnir okkar gera. Algjörlega. Til þess að geta brugðist við ákveðnum áskorunum og þá erum við að tala félagslega þetta, við erum að tala atvinnuþátttöku, við erum að tala refsitíðni, við erum að tala menntun, tungumálakunnáttu og annað sem við verðum að hafa upplýsingar Og ég segi það bara fullum fettum að ef við rekum okkur það, ef við sjáum það að hingað að koma hópar af fólki frá ákveðnum menningarsvæðum og heimslutum sem aðlagast ekki íslensku samfélagi, þá þetta ekki fólk sem við viljum fá hingað. Það bara þannig.